Góðan dag. Í þættinum í dag ætla ég að fjalla prentefni frá Winkle sem heitir PLA-HD. Þannig að kíkjum aðeins á það bara. Svo þetta filament sem ég keypti hérna á svona 300 gramma spólu frá Elko og gerði þau mistök eins og ég gerði með PETG filamentið frá þeim að kaupa svona litla rullu. Ég náði ekki að prenta allt sem ég vildi prenta og gera það tilraunin sem ég vildi gera. Þannig að þetta svona frekar snubbót sýnishorn prentum en það breytti því ekki að ég náði að prenta nokkuð prent og þetta gekk ágætlega. Þannig að ég ætla að sýna ykkur nokkuð prent sem ég gerði. Þannig að hérna eru nokkuð prent sem ég gerði. Hérna Popeye prentaðist hérna alveg ágætlega út og þetta með blátt filament með svona smá glitter í. Það ekki mikið en það sést samt hérna aðeins. Þannig að þetta kom ágætlega út. Þetta var prentað með support og ég var ekkert stórmál að plokka þau í burtu hérna sérstaklega úr hérna þessum reipi hlutum. En annars gekk þetta bara vel. Prentaðist ágætlega. Þannig að þessi leit vel út. Svo prentaði hérna gaur. Ég geri það til að sjá hvort það mikið stringing og hérna lenti í smá stringing hérna á milli, það erfitt að sjá það kannski á vídeónu en það sjá það kannski hérna á milli aðeins en það annars þetta alveg slétt og fínt og allt svoleiðis en það smá stringing í þessu. Svo hérna Megacoinin, hún kom bara vel út. Ég svona ekkert sérstaklega hrifinn af þessu sparkul. Mér finnst alltaf lítið af því að vera sparkul yfir höfuð. Þannig það náttúrulega bara smekksatriði. En liturinn annars ágætur svona blár. Og hérna overhang testið. Það kom bara mjög vel út. Og ekkert vandamál hérna. Þannig að þetta leit vel út. Svo hérna Benji. Hann líka bara mjög fínn. Ekkert út á hann að setja. Það engin galli hérna í honum að sjá. Þannig að þetta leit bara ljómandi vel út. Fyllti ágætlega upp í hérna allt. Svo hérna þessi köttur hérna, Kína Lucky Cat eða hvað hann heitir. Hann kom líka vel út, ekkert vandamál á hann. Og bara ljómandi fínn. Svo prentaði ég þennan hérna gaur og hérna kláraðist filamentið þannig að ég ákvað nú að klára prentið með bara öðru filamenti. En þannig að ekki dæma þetta fyrir það. Það bara því ég keypti svo lítið. En þetta var allavega so far, gekk bara ágætlega. Bakhliðin þetta mjög slétt og fín og ekkert vandamál. Og svo þessi hérna gaur, Sheer Layer Salot frá Printed Solid model. Hann kom líka mjög skemmtilega út. Þetta svona testprint sem ég gerir líka oft. Þannig að hann leit bara vel út. Smá kattahár hérna. Og þetta leit allavega vel út og bara kom ágætlega út. Og við skulum kíkja aðeins á hvernig þetta prentefni kom út í höggþolinu sem ég gerði. Þannig að hérna núna lengst til hægri þetta prentefni og þetta samanburður á öðrum prentefnum úr PLA sem ég gerði og ég gerði þetta í græfinni sem ég smíðaði mér og það kom með vídeo á rásina minni það. Þannig að ég geti skoðað hvernig svo græfi virkar. En hérna til samanburðar þá sjáum við að þessi græna lína hérna eða súla, það það sem ég geri með upprétt prentað. Það höggið fer beint á legilines, þannig að það ekki mikill styrkur í því. En svo þessi blái, hann flatt prentaður, þannig að það sýnir meira styrkin í efninu sjálfu. Og þið sjáu hérna, þetta svo sem ekki lélegasta efnið, hvað varðar legirhæða tísjón eða viðlóðanuna. Í upprétt prentuðu. Það polyalchemy og Winkle sem green silk. Þessi silk filament eru mjög slæm með viðlóðun á milli legera. Þannig að það alveg klassist en samanborið við önnur PLA sem ég prófaði þá þetta ekki að koma neitt sérstaklega vel út og líka upprétt, flatt prentað. Það töluvert lægra en öll önnur efni. Þannig að þetta ekki náttúrulega svona sterkt efni. Þannig að ég veit ekki hvað að segja það en ég myndi allavega ekki nota þetta í einhverja svona parta sem þurfa eitthvað högg eða bera upp einhverja þyngdir eða svoleiðis. Þannig að það það sem ég hafi að segja þetta prentefni. Winkle keypti í Elko og eins og ég gerði þessi mistök að kaupa svona litla rullu. Það algjörlega mig, annars hefur verið með einhver stærri og flottari prent fyrir ykkur til að sýna.
en þetta alltaf það sem ég gerði og vona að þetta gagnist ykkur að meta hvort að þetta eitthvað sem hentar ykkur. Þannig að í bili þá bara þakka ég fyrir mig og við sjáumst bara í næsta vídeo.